Góðan daginn, Birta mín. Góðan daginn, Sunna mín. Alltaf gott að sjá þig. Sömuleiðis, hvað segir gott í dag? Bara ágætt en þú. Ekki, ég Jú. segi bara fínt, sko. Ekki. Jú, Ekki það bara. er svona, það er þungt í loftinu, Það er mjög þungt. en maður er bara praying for a miracle. Elsku við öll, bara sem þjóð og heimur, sko. Já. Hjálpi okkur, ætlar þetta ekki að taka neitt enda eða? Þú veist, er þetta ekki bara komið á það stiga, þú veist, þetta er ekkert að fara að taka neitt enda, eða þú veist, Nei, sorry, já. eða þú veist, ég veit ekki, er ekki bara, ætlum við alltaf að leifa þess að stjórna okkur? Ángríns ég vona ekki, sko. Bara, er ekki komið tíma og bara, þú veist, ok, allir eru bara að passa sig, eru bara ekki utan í fólki, eða þú veist eitthvað, og bara we'll live with it. Þetta Eða er þú veist- ég held að lukkar eins og sé bara komið til að vera, sko. Já, í það sem ég er að segja, og þess vegna er ég svona, og ætlum við þá alltaf að vera í þessum leik, þú veist. Nei, ég bara, þetta er svo leiðilegt. Come on. Mér finnst þetta líka alltaf að koma á sömu tímum þessar bylgjur. Já, Ég man í kringum afmæli mitt í fyrra, þá var svona Einmitt. alveg að skríða í nýja bylgju aftur. einmitt. Það var alltaf bara nákvæmlega sömu tímabil. Shit. Hættu. Get Hættu. ekki meir. Nei, Stopp. þú veist, það stýttist í þjóðhátíð, margir að fara á hana. Heldur að vera þjóðati. Ég veit það ekki. Shit, sko. Ég held að verði, ég held að séu seint þess að blása hún af. Það væri glatað, það væri ekki. Ég var frekar til að vera bara með gríma á þjóðati bara. Já, ándjóks. Er það ekki? Jú. Já, ég samla, ef ég var að fara, þá myndi mér líða eins, sko. Já. Þetta er glatað. Þetta er ömöld situation að vera Þetta er svona alltaf ykkur óvissa með eitthvað og alltaf eitthvað svona allir stressaðir og come on. Herra, við ætlum svona að vera jákvæðar. Já, Við ætlum að vera það. það verður þjóðatíð, það er ekki að koma að bylgja. Let's manifest it. Já. Stay positive, babes. Stay positive. We got this. We got this. Getum þetta. Já. En þú veist líka, ef það kemur bara okkar svakalega bylgja, heldur að Love Island keppnirnar eru sendir heim. Það er náttúrulega spotnir rauður, sko, eins og er. Það er svoleiðis. Þau eru bara kannan, en þau eru samt örugglega bestu svona situationinu. Reyndar því þau hitt ekki neitt Já. nema New Arrivals. Greens. Ætlaði að verði þá Casa Amor. Jú, það verður. Herðu, hættum þessu. Já, hættum þessu. Þetta er ekkert að gerast. Nei. Þetta er ekki að gerast. Líka elska að hugur okkar fyrir til Love Island. Já, elsku Love Island. Ég get ekki, þú veist ekki taka Nei, ég get ekki allt á mist mér það, og Love sko. Island. Nei, það get ég ekki mist, sko. Hjálpi mér. En já, herðu, við erum með svolítið spennandi á borðinu. Herðu, já, þetta hef ég ekki smakkað, en Ekki heldur. að ég er búin að vera spennt að smakka þetta með þér. Same. What the Fanta? Þetta er bara svona, No sugar! þetta er no sugar. Já. Það er enginn verið fan af no sugar heldur en við, sko. Nei. Þetta er sem sagt Fanta með ykkur bræði. Ykkur bræði, og við ætlum að reyna að smakka það og að gíska. Heldur þetta sé eitthvað eins og hérna hefur spilað hérna Jelly Bean leikinn. Új, og bara prumpubröð einni og Já, eitthvað. heldur þetta sé þannig. Ég vonast ekki prumpubröð þessu. Þetta er náttúrulega, já, nei. Það er ekki prumpubröð þessu. Nei, ég vona. Hvers Vonum konar ekki. bragð það er. En, Það var svona, eins og jelly-dóti var þetta svona hórbræð og eitthvað. já, ég spilaði þetta daginn, litla frænda Gunnar. Nei, hættu. Af hverju myndir? Ég veit ekki. Ég var að reyna að vera liðleg, skilur. Reyna að vera leiðileg. Liðleg. Já. Ok, þetta er sko, Vá, heyrið þetta. þetta er bara, þetta er á litin eins og Karabíska hafið, sko. Og veistu hvað er skemmtilegt? Bragðið verður uppljóstrað í dag. Já. Daginn sem, þú veist, við erum að taka þetta upp deginum aður, en daginn sem þessi þáttu kemur út, þá er bragðið uppljóstrað. Það verður mjög áhugavert. Já. En þú veist, oft sem maður sér eitthvað svona, getur maður oft lesið, skilur, en er þau bara búin að taka út? Nei, ekki til henni að lesa. Það á ekki verið hægt að lesa úr þessu. Gæti verið sítrónbröð. Já, það er alltaf eitthvað svona citrus. Það er sítrónsýra í öllu Já, gósi eiginlega. Herru, ok. Er annars ekki allir sem drekkar hérna Fanta úr freyðvinsklösum? Eða er það bara ég svona? Við erum að reyna, það er alltaf svo jákvægt að vera með freyðisglös, skilur við. Já. Við erum bara að reyna að vera jákvæðar og skemmtilegar og... Óbúsi. Hellingur á klökum eins og þið heyrið. Þú fyrst eitt klaka, I'm jealous. Ég með nokkulega. Herru, ok, við ætlum að smaka þetta og Ok, giska. byrja skál. Ok, skál. Ok, byrju. Hvað er þetta? Þetta minnir mig á eitthvað. Þetta minnir mig á okkur blóm. Eitthvað blóm? Mhm. Eldraflóður eða eitthvað?
Nei, hérna Shokata er náttúrulega eldifláar. Þannig að hæpiðu fara að gefa út annan. Er það ekki? Svona útilokun aðferðin myndi ég segja að þetta var ekki það. Út af því að það er til Fanta Shokata sem er eldifláar. True. Ok, þetta er mjög interesting. Ég get það heila ekki, það er bara svona blátt bragð af þessu. Það er samt eitthvað bragð. Já. Finnst það ekki vera smá svona blómabragð? Ég skil hvað þú meinar. Nei, svona blóma, sítrónu, sætt, en ekki sætt, en samt svona sætt. Þetta er mjög áhugavert. Vá hvað ég er forvitin. Vá hvað ég er forvitin. Af því að þetta verður þannig, leið að við heyrum bragðið, þá erum við bara, já. Þess að ég fæ alveg smá bláberakeim, sko. Bláberja? Setti þetta alveg svona, ég myndi að setja í vínsmökkunu, velti þessu svona tunguna. Og svona kemur svona örlítið bláberja í lokin hjá mér. Já, kannski smá. Líka minnir mig smá, bara pínlítið á svona bláan slushy. Já. En þetta er samt ekki svona eins og allir bláu drykkir á bragðið, fattar? Nei, þetta er ekki svona bláar párut á bragðið. Þetta er ekkert eins og hann. Nei. Vá. Æ, ég hélt ég myndi vera með bara þetta er þetta bragð. Já, ég hélt ég var svona, you can't fool me. Þetta er mjög flókið, sko. Ég segi bara hashtag what the fantas, sko. Hashtag what the fanta. What? Ég er bara, þetta böggar mér alveg. Já, mér líka. Ég kannast að vita þessa lykt. Ég fengi eitthvað drykk með einhverjum að þessum keim. Ok, lyktin er svo bláslussi. Er það ekki? Nei. Ekki? Víst, ég sverða. Sorry þeir sem eru með hvað heitir þetta, pet peeve að fólk sé að smakka og þefa. Já, bara sorry. Vá, hvað ég er forðið, en hann er ógeðslega góður. Hann er mjög góður. Mjög góður. Mjög svona svalandi. Mjög svalandi og no sugar. No sugar. Approved. Approved by Teboið. 100%. Við elskum funky drykki, sko. Já, við vorum líka að setja í story að spyrja ykkur hvað bragð þið haldið þetta sé. Að fara yfir það eftir. Já, fyrir mig við það í lókþáttarins. Leifum fólki aðeins að svona hugsa sig. Hlaup út í búð og kaupa þetta og hugsa. Að by the way, við vorum alveg þetta fæst í krónunni. Já. Bara just so you know, ef þið eru að leita. Já. Því við leitum og þetta var í krónunni. En við leitum og við fundum. Já. We found it, you guys. Herri, svo er það Laugar Spa. Organic skincare, our bestie. On side. Finnur við lyktina mér það? Já, ég ángriðs fann það að labba inn. Það ekki? Ég bara, hello, Royal. Royal, bara Laugar Spa. Ég ángriðs fann það. Það ekki? Það er svo góð lykt. Ég var bara, Svo góð. Líka eitt með þessi ylvötn. Þetta er, fyrir að hugsa þetta. Þetta er svolítið svona já, ok, oh my god, ég ætla bara að drölla út mér. Svo sagt, oft þegar einhver heldur á ömblu og er búin að halda á að vera með henni fangi, þá finn ég stundum svona ylvats rakspyrlyktina af þeirri mannesku á ömblu. Ég fattar mig, það er svona smitast. Og þá fór ég að hugsa, ætla að sé stundum kasmírlykt af henni. Ég var eitthvað að geta pæli þessu og ég náttúrulega finn ekki lengur kasmírlyktina af sjálfur mér sem er gott. Það þýr lyktin passi við þig. Þú áttu ekki það þá er ekki að yfirgnæja þig. Nei, þá ekki, þú áttu ekki bara finna, auðvitað finnur þú ert nýbúin að spreyja á þig og ef þú væri að þefa af stöðunum sem þú settir á, en þetta á ekki vera eitthvað svona eltandi lykt, skilur, við þig. Þannig ég er svona, ætli einhver aðrir finni kasmírlykt af emblu og svo var ég að spyrja Gunna og ég spyrja á mig bara morgun einu sem ég ger eftir þessu stöð og svona og ég hefur ekkert maður fundið þessa lykt af henni og voru að láta hann þefa af ylvatninu og eitthvað, hann bara eitthvað, nei ég hefur ekki fundið þegar einhver annar með henni fangi rakspyrlyktina eða ylvatslyktina af einhverjum öðrum, hann eitthvað mjög oft sérstaklega eins og þegar mamma hans að pappi er með henni eitthvað þannig og ég var svona, já, þessi lykt smitast greinilega ekki. Nei, ekki á barni. Nei. Elsku Embla. Já. Kannski er samt líka Gunni bara búin að venjast því að það er bara alltaf kasmírlykt af henni. Já, kannski það bara. Já, það getur náttúrulega líka verið. Það er ekki leiðilega lykt til að hafa. Nei, þetta er mjög góð lykt og hún er líka svo væg, skilur við hann. Þess að koma að sniffa henni bara. Já. Finna einhvern að sé. Já, þú getur fundið það kannski. Og svo kemur Royal lykt af henni eftir að ég teka henni. En allavega, mér finnst lyktin ekki smitast mikið. Nei. Það er maður allavega plús, sko. Algjörlega. I like that, sko. I like that. En ég elsku líka að finna lyktina bara svona
þú veist, á mér, skilur elska það líka ég spraya líka alveg mikið, sko, ég alveg sprayer, sko já, hvað heldur þú ert í mörgum sprayum? Ég var að spraya með áður hlaupa út á hann hvað er það mikið? 5 Ég tek alltaf bara svona smá þrígjörning já, já ertu ég þessu ykkur gamla góða eitthvað svona hvað heitir nei, mér finnst það svo fancy að fólk er bara eitthvað sitja hérna og liðan að nutta saman ég bara svona og svo hérna upp í háls ég bara, ertu með allt lífið að reyna já, þetta er alltaf fancy, sko já, ég er bara svona, ég skil ekki neitt bara ég myndi aldrei fatta að gera þetta því alltaf ég spraya á mig ég bý bara til svona skí og lappinni það og eitthvað, þú veist, eitthvað ég spraya líka alltaf hára á mér af því að það er svona það helst alltaf lengst í hárinu lyktir, sko Truth En já, við mælum með Laugar Spa Organic Skincare yes. og vorum að tala Royal og Kashmir ylvötn þeirra bestu okkar sem eru lyktirnar okkar Já, við getum fundið það bara í vörklass bara vörklass stöðunum Já. eða í Laugar Spa í Laugum eða í nýju búðinni í Kringlunni sem er gorgeous Gorgeous hjálpi okkur, sko. Ég að fæla að fá mér aðeins smá áfell líka. Ætlar að gera það? Já. Okay. No sugar. No sugar, honey boo boo. Ég elska að finna nýja drikki sem verður sigurleysur. Ég veit það er best. Það er æði gaman. Ég hafði ekki hugmynd fyrir ég sá þetta núna, sko. Nei. Help me, sko. Ertu annars búin að vera dugleg að þrífa á þér? Þrífa bustana þína? Já, heldur betur. Ég var þó það í fyrradag. Er það? Já. Oh my god. Alla, gjörsamlega, hvern einasta busta sem ég á. Busta sem ég noti ekki einu sinni, sko. Vá, varstu bara að dunda? Já, ég var að taka bara allt herbyggjum þetta því ég var bara búin í hassi síðan bara ég var í London. Já. Og ég bara búin að, rúmið mitt var bara full on stuff. Shit. Þannig ég kveikti bara á YouTube í sjónvarpinu mínu. Tók allt herbyggjum mitt og ég fór það langt að ég tók alla bustana mína. Þá veistu að með your shit together, sko. Þá ertu búin að taka til. Ertu búin að gera það? Já, Bensi var líka svoandi allir tíman. Og ég var bara, veistu hvað er búin að svona lengi? Veistu hvað ég er búin að gera, eða? Þú ert búin að gera helviti mikið. Ég meira sem búin að þrjá bustana mína, sko. Nema, what he didn't know er að það tekur mikið styttri tíma. Já, og maður getur notað á strax. Já, með Mr. Co. Já, því þeir þarna strax, bestu. Það er mest, ég held að sé, sko, lyktin er ógeðslega góð, virknin er sjúklega góð, en ég held að stærsti plúsin sé hvað það nennir maður að þrífa oftar og þá er maður að hugsa betur húðina og make-up maður svo fallegra. Þetta helst bara allt í hendur. Já. Þetta er bara fallegt samstarf. Golden collaboration. Já. It's the perfect to the routine. Ángrísamt. Ef það þarf að vera með good skin, fucking clean your brushes. Ándjós, og það verður svo yfirþyrmandi þegar maður sér að bustina sín er að vera skítur, þá er maður svona, nei, ég þarf að gera þetta. En ef ég á þetta, þá er ég bara svona, ok. Ángríns, bara sérstaklega fyrir húðbustana já, make-bustana og þannig hvað heldur þú þrífi make-bustana oft? Eftir að ég fekk Mr. Co, þetta kynst því ég gera 2 vikur núna, sérska. Vá, dugleg. Ángríns, ég er svo dugleg. Vá, ok, en áður en þú átti Mr. Co, þú þurftir að gera the boring traditional way, þar sem þú þurftir svona setja í sápu undir vatn. Ég prýtsi alltaf einu sinni viku en guðmur góður ég fór ekki eftir. Nei. En ég var alltaf bara með samvinskupið í 2 vikur, skilur. Já. En þú veist, já, það er alltaf bara þrota að þurfa að þrífa á. Og svo býða, hver tíma? Ég mála mig daglega, líka þeir eru sko, sérstaklega make-bustur þannig, fáránlega lengi þarna. Já, ekkert smá. Og svo ertu bara eitthvað, svo þarfst að drífa út og þarfst að fara eitthvað og þú þarfst kannski að setja make, þú er bara komið eitthvað vaskkendu make að því að og sérstaklega setja púður á því, skilur sólapúður, þá farið bara flekkja því að bustunum var eitthvað aðeins ekki nógu þurr, þú veist, það tekur oft 2-3 daga þarna. Já, það er alveg hrikalegt, sko. Bara, þú þarfst til að helst skella bara í frí verður að bakka upp sett af bustum, það er expensive, sko. Já, það er alltaf expensive dæmi. Það var mikið ótrúlega að eiga bara góða bustur eins sem að þotnar strax. ASAP, babe. Mr. Go fæst í Hagkaup og á heimasíðunum þeirra. mrgo.is Mæli með smá ASMR. mrgo.is Ok. Er annars bara 5. dagar eru góði dagar. Yfirleitt, finnst mér. Ekki. Hver uppáhaldsdagurinn í vikunni? Bara svona vikudagar, ekki helgi. Ég held að sé fyrstari. Já, ok. Það er alveg góði dag líka. Fyrir utan fyrstara.
þá það eflaust 5 dagur sko. Já, alltaf það sem nær helginni. Já. Ég sko, mánudagur og þriðjudagur og svona, ég þoli ekki mánudag og þriðjudag, nema bara því þriðjudag það kemur tilbúið, það ekki. Nei, mánudagum. Þannig að við elskum mánudag út af því. En þú veist, mánudagur og þriðjudagur svona, en miðvikudagur, ég er svona lúmst elskar alveg miðvikudagur líka. Já, sko, ég verður að fara hreinskilin eftir ég fór í fæðingarorlof, þá skipti mig engu máli hvað dagur. Þegar dagurinn eru mjög svipaðir. Já, en maður samt ekki, þó maður sé í fæðingarorlof, maður samt ekki alltaf býða til helgin einhvern veginn. Jú, af því þá eru líka aðrir í frí. Þá get ég einhvern veginn leikið við fleiri. Já, getur fleiri komið heimsókn. Já, og fleiri komið heimsókn og þú veist, stelpuna meira lausar og eitthvað svo leys. Þannig að þess vegna er ég kannski spennt fyrir helgum. Annars er ég núna bara spennt fyrir dögum, skilur. Já. Einhverjum dögum. Bara einhver svona events, fattar. Já, bara eitthvað þannig. Eitthvað plan. Já, og líka bara taka upp og þú veist, bara já. Að vera með plan. Já, samla. I love that. En miðvikudagur er þannig svo næs, finnst mér. Mánudagur þriðjudagur búinn, miðvikudagur og morgun þá fimmtudagur og daginn eftir það er það föstudagur, skilur. Já. Eitt af dögunum sem ég bara fíla ekki núna er laugardagur. Það? Já, því það kemur ekki Love-Island. Það kemur þetta unseen bets. Já, ég veit en ég bara er ekki á þeim vagni, sko. Ég horfa alveg á það, sko. Ég horfa á það því ég hef ekkert annað að horfa á, en mér langar að vita. Já, bara það er að bíða alveg frá föstudag til sunnudag, það er alveg gróft, sko. Mér finnst það dónlegt. Já, við líka. By the way, ef ykkur er að bíða eftir recap þætti frá okkur. Það bara bíðu, spennt. Nei, það var stefna reynundum helgina, það ekki? Jú. Þá erum við aftur on track. Upp á viku bæ viku. Einmitt. En þá erum við að fara að taka 2 viku fyrir. Já, það verður bara fyrirgefa okkur að búið sem ég chaos í gangi á okkur. Já. Það er mér svona I'm sorry guys, ég er að koma aftur á strik. Já, þetta er allir fyrirgefa það. Já, það ekki bara. Jú. Bestu mín, I'm sorry. Já, nei, allt ykkur. Og ég, eins og veist, þá erum við öll búin að sakna þín. We miss you. Og ég er alveg svona að þegar ég sé því í stóri hjá okkur öðrum, eins og ég sagði stóri hjá Birgitu í gær og voru á æfingu og þá var bara ég vissi ekki að þessu stóri, skilur. Ég var bara svo var eitthvað sem sýndi mér þetta, besta ég miss me átjóks frá hann er og ég vissi ekki svona þetta í stóri, ég bara elsku ég er bara svona að gleyma hvernig það er að vera Instagram, sko. Ég sko trúi því bara, what is Instagram? Allavega it is what it is. Allavega, já. Þetta er allt í bataferli. Já. Getum sagt það. En svo í dag ætlum við að taka Dilemma. Dilemma Thursday, babe. Ætlum við að taka Dilemma alla 5. Bara eins og viljum, sko. Ef við finnum eitthvað annað, þá bara höfum við kannski, ef við höfum líka að taka draugasögu líka einhvern tímann. Við þurfum að fara að taka draugasögum, shit maður. Það er að gleyma alltaf draugasögum. Við erum ekki svo mikið í summer vibes. Já, og svo summer vibes og líka því að við þurfum eiginlega að fá gestin okkar. Já, true. Þannig að við þurfum eiginlega að finna tíma sem hún er laus. Truth. Og setja það upp og... Veist, ok, mér finnst júli enga draugasögur. Ok. Ágúst, þá byrjar svona smá haustvibes. Þá byrjar það dimmt úti. Svo er bara stýttist í september og svo allt í nú komin jól. Hvað er margir dagar til jóla fyrir það? Ég veit það ekki, ég vil ekki vita. Ég líka vil ekki að sumari endi því að þá hætti allir sumardrekkirnir í sölu. Nei, ég bara hjálpi mér. Já, ég get ekki, með sumar er allt í enn bara horfið. Það hvarf. Gjörsamlega. Það hvarf. Ángríns. R.I.P. Þú ert alltaf að gera eitthvað, þú fórst til útlanda og... Ég er alltaf búin að gleyma að ég fótt útlanda, sko. Já, but you did. I did, but where? Bara... Where's the proof? Okay, where's the proof? Ég líka ekki búin að skoða myndina mína einu sinni yfir, skilur. Elsku þið. Er það ekki bara núna eitthvað sem samt í banka? Þú veist að myndum sem gæti verið að posta eða... Nei. Ég er bara eitthvað... Þú ættir að gera það bara. Look like trash every day, bara... Nei, svo kemur þetta bara ís. Ástasorg. Nei, svo kemur þetta baka og þá bara þú bara með myndabanka, myndum, skilur. Þá, þú veist, ég veit það ekki. Ég er of miklum sorgum, þetta er of fresh. Já, ég skilji. En hérna, ok, dilemma. Ok. Herðu, Birta, þú ert lestrahesturinn, sko. Það er svo les. Alltaf ég byrja að lesa og er ég bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað, sko, ég kann ekki að lesa. Ok, þú þarft að, þú varst búin að lesa, ég er náttúrulega ekki búin að lesa þetta. Nei, ég er búin að lesa. Þetta er í þessu. Ég lesið í hljóði. Er þetta þessi? Já. Ok. Að heldur betur. Að því við viljum náttúrulega ekki segja nöfn eða neitt slíkt. Nei, engin nöfn hér, nema fake nöfn. Fake nöfn. En býtu. Já. Disclaimer, já, halló, krakkar mínir. Já. Það sem við erum að fara að tala og það sem við erum að fara að ráðleggja,
það kemur bara frá okkur. Já, og við erum ekki sérfræðingar, við erum ekki sálfræðingar, við erum ekki með neina menntun í ykkur skona ráðgjöf. Nei, ekki sambandsráðgjafar. Nei, við erum bara hér að spjalla eins og þú verður að spyrja vinkonina, hæ, hvað myndir þú gera? Og við erum bara, fuck, ok, ég skulle reyna að hjálpa þér. Já, við myndum gera þetta. Já, þó við vitum ekkert. Þannig að okkar svar ekki að rétta, þetta er bara okkar skoðun. Já, og ef ykkur líður alveg illa með eitthvað, þá mælum við með að leita til sérfræðings. Alltaf. Every time. Alrighty, right. En þessi póstur hét stráka / vinkonu. Dilemma. Það er ekkert verð. Strákar og vinkonur bara. Já, bara bye. Bara bye. Hate this. Hæ, ég þarf smá hjálp varandi strák sem ég byrjaði að deyta fyrir nokkrum mánum. Ég er 20 og hef aldrei verið í alvöru sambandi eða á alvarlegum nótum með gaur áður. 20 og living. Sko, hot girl summer. Ángríns. Hann er á sama aldri og ég og var með mér í árgang í grunnskóla og var með mér í menntaskóla. Ég byrjaði HR í fyrra og hann bara óvart að læra þar líka. Eins og bara gerst fyrir svo marga Íslendinga. Maður er í sama grunnskóla, sama mennskóla, svo bara sama háskóla. Ángríns. Ándjóks. Það er alveg skrítið að gerast, en það er alveg mjög mikla líkur. Já, og þau bara allt einu byrjaði saman að læra saman í HR, skiljum. Hún segir sambandið innan gæslappa. Sambandið okkar byrjaði frekar hratt því að það var bara svona instant moment dæmi, en ég hefði aldrei haft áhuga honum fyrir en eftir menntaskóla. Ok, þannig að þetta er nýlegt svona, ok, þú gætir alveg verið sexy, þú ert skemmtileg. Já, mér finnst það alveg skiljanlegt. Já. Veistu, maður er ekkert að pæla í fólki alltaf. Nei, kannski allt í einu ertu bara ok, hæ. Þú sjá, við þú ert líka allt í einu orðin fullorðin líka. Einmitt. Kannski getur bara komið mér sumi áhugamál og... Nákvæmlega. Það vissi og veit enginn að við séum að hittast og ég var ekki ennþá búin að segja vinkonum mínu frá honum því ég var svo hrædd slæm viðbrögð frá vinahópnum vegna þess að hann er alveg smá svona bad boy típa. Ok, she likes bad boys. Ok. Núna nýlega var ég að rúnda með bestu vinkonum minni og hún á auksinu, sem sagt, snúrunni. Gamla Bluetooth. Já. Nei. Jú, já. Þannig að hún með síma sem tengda við bílinn. Er fólk þá að nota AUX eða er fólk bara að nota AUX eða segja AUX þegar meina Bluetooth? Nei, ég held að nota alveg ennþá AUX, það er ekkert allir bílar með Bluetooth sendi. Ok. Nei. Þú veist, ég var alveg eldgömul bíl þegar ég var með MS sko en ég var saman með Bluetooth sendi. Maður keypti það svona, tengda í hann sígarettu. Já, reyndar, jú. En ég veit ekki. Kannski, ég er bara svona spáið hvort það krakkar í dag kallir þetta bara AUX ennþá. Já, getur alveg svona vintage orð. Hello, vintage orð dagsins. Þetta er eitthvað sem ég myndi kalla þetta, skilur. Þú með alltaf spólunar og allt það. En ok, hún var núna nýlega rúnda með bestu vingunni sinni. Hún var á öxin snúrunni þegar hann sendi mér snap. Og hún kifti sér upp í nafnið hans því hún þekkir hann frá því við vorum í menntaskóla. Hún fór að tísa mig hvort við værum að snappa og ég fann á henni að hún var aðeins forvitin og hissa á slæman hátt. Væpið var bara ekki alveg nógu gott. Og það er lagt. Já, þannig ég bara svona brushed it off og sagði henni eiginlega ekki neitt sem benti til þess að við værum eitthvað að hittast. Þannig hún bara þarna var bara whatever, hann er bara að senda mig snap eða ég veit ekkert, I don't know him. Svona leti eins og þetta væri ekkert merkilegt. Já. Ég fór að spila kvöld með vinahópnum sem hún er í og hún tók mig sérstaklega til hliðar eftir nokkra drykki og sagði mér að hún væri búin að vera hrifin á honum í mjög langan tíma og hvort ég geti hjálpað henni að koma þeim saman. Á. Ég sagði bara, ok, og ætlaði svo bara að leyfa þess að slæta. Nema þá segir hún að hún myndi aldrei fyrirgefa mér það ef ég myndi byrja að hitta hann og deyta. Þetta hljómar mjög manipulative. Þetta er vont, sko. Já. Ég vissi ekki hvað ég átti að segja, þannig ég fór bara að hlæja og bakkaði út úr þessum aðstæðum. Ég nefndi þetta við hann, hvað hún sagði og hann var mjög hissa á þessu og hann hefur verið pínu off síðan. Veit ég hvort það tengist þessu eða eitthvað öðru. Það er svo vant eitthvað að segja eitthvað svona og hann er alltaf innan off líka. Já, það er ekki lægi, sko. Það er smá skrítið, þú veist, hvað er að baka þarna á milli vinkonunnar og hans? Og hans, mitt. Hún er mjög góð vinkonu mín og það allra seinasta sem ég vil er að hún komist að þessu því ég hrædd að missa hana. Nú spyr ég, hvað á ég að gera? Á ég að segja henni að við sem að hittast og hún verður sár og líklega hættir að vera vinkona mín. Hún er mjög dramatísk típa.
eigsvega eða ekki segja neitt og laumu deytana áfram og mögulega aldrei ná að alvöru deytan. Eða hvað best að gera? Þetta dilemma. Þetta alveg dilemma, en það svona, mér finnst vanta inn í einhverja blanksina, sko. Af því að hún strax triggered að sjá nafnið hans, vinkonan, og þú veist, veit þessi sem að senda okkur, kallum hana Selma, vinkonan Sara, veit Selma að að hún hefur verið eitthvað smá skotin í honum yfir tíman. Að Sara hafi verið? Já. Það er spurningin, sko, en ef að heitir hún ekki Selma? Jú, stelpan. Já. Segjum að Selma vissi ekkert, skilur við, þá þetta bara, þú veist, ekkert þú getur gert og átt að segja strax bara, já, við erum að hittast, skilur við. Já, 100%. Þó þessi bad boy típa, ef þú ert að fíla hennan gæja, þá hljóta vinkoninn að skilja það, nema að þetta sé bara einhver fáiðið, skilur, sem að ég veit ekki, hefur gert þeim eitthvað eða bara eitthvað skrítinn, skilur en ég finnst smá að triggera mig smá að þegar Selma segir honum gæjanum frá þessu að hann verði off það bara svona, það svona hljómar eins og það hafi verið þá eitthvað smá history hjá Söru og honum. Ég veit ekki alveg, mér finnst þetta smá svona óþægilegt. Ég alveg sammála, það einmitt eitthvað svona, eitthvað blanksatna líka með hvað verður eitthvað svona rosa dramatísk vinkonainn, að þá eitthvað svona eins og þú hafi, það eitthvað aðna sem vantar, sérstaklega að því hann verður off líka. Já, líka bara því að hún segir eitthvað, hæ, getur þú komið okkur saman, ef þú ert að deyta hann, þá mun ég aldrei fyrirgefa þér. Bara svona, bara fyrirgefa, excuse me? Já. Það er þarna hljóma líka eins og hún viti það en bara býða þar að þú segir henni skilur henni grunar eitthvað en bara líka ljótt ef að þú veist, hún veit ekkert að hún vissi aldrei að Sara var eitthvað skotin í honum og hún sé bara eitthvað, ok, mér langar í hann ef þú ert að þessu það er mjög ljótt máttu aldrei deyta hann, ég hættu við vinkonur að það er trademarka gæjan og bara eitthvað þetta bara manipulative toxic behavior, sko þetta það, klárlega ef að það þannig, skilur en að henni augljóslega grunar þetta 100% og kannski verið skotin í hann ykkur tíma og þeir sem byrja að hittast það er ekki þitt vandamál, skilur nei, sérst, ef þú vissir ekki neitt af því og allt það, skilur auðvitað ekki ef þú vissir af því og fórst samt að deyta hann það var ljótt en samt, skilur, ef hún var ekki að gera í því, skilur það eru kannski átt að segja það fyrst áður þau byrja að deyta og eitthvað 100%, það er bara það, sko, það er auðvitað að láta hann að vita af því að sambandið ykkar greinilega byrjaði mjög fljótt að vera samband, en það er svona smá triggerar mig líka að hún setur samband innan gæsalappir, skilur sambandið okkar, gæsalappir það er svona eins og þið sé ekki alveg official samband, skilur ég held að þið séu ekki búin að eins og við tölum bara svona hvað kallum við þetta? Skilgreina? Já, bara skilgreina. Þú veist, þau eru ekki búin að skilgreina sambandi en eru samt, þú veist, að hittast og svo saman og þú veist, eru þau auðvitað að deyta. En henni langar greinilega að vera að deyta hann áfram, skil, annars myndir hann ekki fara í gegnum þetta allt. Nei, henni langar það, sko. Af því að, þú veist, hún bara að halda þessu áfram og ég bara laumu deyta hann og ég segi henni, þú veist, mér fyrir svarið afar einfalt þannig séð. Þú þarfst að segja þetta, sko. Já, 100%. Já. Ef hún hættir að vera vinkonaðin þá er hann bara ekki þess virði að vera vinkonaðin nei þá er þið bara, náðu ekki saman skilur að hætta að vera vinkonaðin yfir ykkur strák þá er það bara þá bara let her go, sko sérstaklega ef að sagan er eins og þú sagðir hana ef að þú ert að koma frá alveg hreinuborði bara svona clean slate og þú vissir ekki neitt og ef að þú fórstu baka vinkonaðin og fórstu að deyta gæði sem þú vissir hún væri hrifin af það er alveg leiðilegt, sko þá er þú líka pínu toxic þú veist, það er alveg pínu þannig án þess að tala um vinkonuna, enginn að segja þú veist, þú meir ekki deyta hann, skilur nei, en bara en ef þú er ógeðslega góð vinkona og þú vissir að hann væri hrifin á honum þá talar við hana þá talar við hana bara, ok, sorry þú veist, ég er bara búin að vera allt í hennu byrjuð bara að gera mikið að tengjast og tilfinningar já, við erum bara saman í skóla síðan bara lítil og allt í hennu bara klikkuðu við eitthvað og við erum bara búin að hittast og ég sé bara eitthvað meira í þessu og þú veist, hún myndi fíla það definitely, hreinskilina þá getur hún ekki reiða því
Líka pælda hans í því, þú veist að þetta er ótrúslega, þú veist, sambönd fara bara á 2 vegu. Það er annarkvæmst að vera með þessum gæja eilífu eða að fara hætt saman. Og þetta er alveg svo creepy tilhugsun, skilur svona shit, þetta er annarkvæmst þetta er samböndið sem ég verði í alltaf eða þetta er manneska sem... Við erum bara hætt saman eitthvað tíma, þú veist, það er potential heartbreak í skíunum. Já. Scary. Það er scary, sko. Þannig að auðvitað maður má ekki live in fear, sjálfsög ekki. Þannig að ef að þessi gæi er að gera það hamingjusama núna, þið líður vel, þú ert hrifin af honum. Já, og hann hefur góð áhrif á þig og þú og hann og þú veist, þú hann og allt bara. Og þið langar, þú veist, að taka honum með á vinkonópa eða, þú veist, spila kvöld með vinnunum eða hitta fjölskylduna eða eitthvað þannig, þá þarftu, þú veist, ef þið langar þetta verði samband, ekki samband innan gæsalappa, að þá... En svo er náttúrulega líka bara allt í góð eða langar bara að hitta manninn, sko. Já, líka veist, það. Þú þarft ekki að fara samband með hann. En ég bara segja, þú veist, er þessi gæi þess virði? Einmitt, að brjóta upp vinkonu samband og mögulega einhvern hóp, skilur. Já, er þessi gæi eitthvað sem sér going the long way? Ef þetta er bara fling sem er bara mér svo sem alveg saman þá velur það kannski öðruvísi, fattur hvað meina? Algjörlega, en þú veist, það er eina alltaf rétta í þessu er að segja henni frá þessu. Já, á sama hvort að það sé samband eða hvort ég langar bara að vera að sofa hjá hann eða hitta hann eða gera whatever. Einmitt. Það er svo, þú veist, leiðilegt að vera eitthvað í einhverju svona kvíða í kringu vinkonu sína að því að gæinn sem voru það að hitta er mögulega bara að senda það Snapchat og þú veist, hringið þig eða eitthvað. Og þú er bara svona, hún má ekki sjá það, þú veist. Og hvað þú mætir honum í Hagkaup, skilur? Einmitt, allir bara þykjast ekki þekkja hann bara til þess að bæla eitthvað tilfinningar í vinkoninu sem hún gæti löngu verið búin að vinna úr, skilur, ef það er sagt henni þetta strax. Einmitt, og líka því lengra sem þú býður með það, því lengur erst þú búin að vera að ljúga. Já. Og því erfiðara er að í rauninni sættast. Algjörlega. Þannig að þú veist. Við myndum báðar segja, held ég, bara come off clean, skilur. Já, veist, þetta er leiðilegt líka ef vinkonaðin ætlar að taka því þannig og hún ætlar að hætta á vinkonaðin. Það glata og ég skil það er bara asnalegt. En það er einmitt. Sorry. Það er meira asnalegt af hennar hálfu, skilur. Þú veist, þú ert okkur einlega ekki að missa mikið ef að þetta er. Ef þú getur bara eitthvað, Birta, þú segjum að þú verður bara eitthvað að byrja hitt ykkur gaur og ég myndi svona sjá það og ég var bara, Birta, ég er óslega hrifin á hann, ég er bara að gera hrifin á hann lengi ef þú byrjar að deyta hann og hættir á vinkonaðin. Þetta hljómar hrikalega. Þetta er bara að versta sem ég heilt. Heyrðu, freki mín. Já, hún gríns besta. Slaka þú á. Kúplaði niður. Þetta er ekki lagið, sko. Mér finnst þetta hrikalega hegðun, sko. Ef þetta hljómar eins og hún hefur verið bara svona við hana. Já. Bara, hei, ok, þú veist, kannski finnst þér hún sætur og allt það, en bara því, þetta er bara jealousy. Þetta er það. Hljóma þannig. Já, þetta er bara frekja, sko. Bara svona mjög langar í hann, bara svona, vinkona er með hann, what the fuck. En líka bara, ég vildi óska að þú hefði bara sagt við hann strax þarna í bílnum eitthvað svona, við erum eitthvað að spjalla. En það hljómar svona eins og sé eitthvað svona, einhver smá toxicity hann inni. Það er eitthvað stæðar. Ef þú veist, segjum að við varum í sumaðastæðum og kemur ykkur gæi upp á Snapchat, þú er bara, what, byrju, þú er þannig? Ég var bara, ég glemt að segja, hvað skilur þú veist, ég var ekki bara, þú veist, ég var, því að við erum ekki þannig vinkonur, skilur, að ég myndi líða illa með það. Nei, og þeir á ekki líða illa með það. Það er þannig með vinkonur að þú átt að geta sagt þeim hluti, þú átt ekki að vera kvíða kastið eða að segja henni eitthvað svona, skilur. Og líka bara þótt hann sé bad boy, skilur, þú átt að geta treyst vinkonunum fyrir að segja ekki neinum öðrum og allt það. Einmitt. Af því ef hann er bad boy og er hrætt kinnan fyrir vinahornum bara því, en það er greinilega einhver vinkonur sem vill hann líka, skilur, þú veist, þá er hann ekkert eitthvað það mikið bad boy eða þú veist, allavega ekki á vondan hátt, ég veit það ekki. Greinilega ekki, ég veit ekki hvort hún sé meira fuckboy típa eða bad boy svona in the dark, fattur þú svona fattur þú svona undrima, já, eitthvað þannig, skilur þá segir við run bara þá, það er bara run girl þetta hljómar eins og þetta sé bara svona fuckboy, skilur já, klálega eins og við myndum kalla bara svona player kannski bara player og þú veist, kannski eitthvað svona, já kannski búin að vinna sig í gegnum vinahópin einmitt, eða bara á, þú veist einhver history eða eitthvað svona, já, ég veit það ekki þannig vinahóp sem að, veist eitthvað já, þetta er leiðilegt og mér finnst þetta hljóma mjög toxic vina samband, en þetta getur oft verið svona á þessum kannski aldrei, ég veit það ekki bara svona
strákar svona mikil samkeppni á milli vinkona sem eru á lausu skilur já. Og þú veist, það þarf ekki að vera þannig þau þurfi bara að þú veist hætta því í alvörinni. En heldur þessi gæi sér fyrir að tala við vinkonarnar? Það verður nefnilega, það sem ég áhyggjur af. Já. Vist að hún segir hann þetta og hann er kannski bara svona býtu, hún fílar mig líka. Hún fílar mig líka, já, hann er svona bad boy, fuckboy gæi og kannski er hann bara að senda henni svona líka eða eitthvað. Ég er strax komið trust issues við hann að gæja, sko. Ég veit ekki neitt nema hann er bad boy, sko. Nei, já, það er eins og við vitum, sko. Og bara hann fór í grunnskóla, mennskóla og er í háskóla. Já. That's all we know. Allavega vel educated. Já, hann ætti að klára þetta. Ég myndir, nei, þú veist, að því að hann verður eitthvað off og hún verður allt í einu gett territorial sem því bara svona, en kannski er hún bara þau búin að vera að spjalla þá? Já, það hljómar, og þetta er náttúrulega bara við ofhugsa, skilur 100% og bara ég get ímyndað mér að þú ert kannski bara að hugsa svona líka en þú veist, svo getur líka þú bara vera að skynja sig eitthvað off og hann er kannski bara whatever, skilur kannski bara, já, horfa okkur fótboltaleik sem tapaðist eða whatever, skilur einmitt, eða bara nennir ekki verið í ykkur svona drama í ykkur vinahóp eða það. En samt er hljómanir svo til langt að halda áfram, hann er ekki til þess að hann sé eitthvað hætta með henni, skilur Nei, hann er ekki það mikið off. Nei, hversu mikið off er hann, skilur Shit, það er svo erfitt að vera svona single eitthvað. Já, ég bara kom með svona ofhugsun, bara svona, oh my god hvað gerir? Já, hún er ekki í þeim leik. Já, same. Bara, já. En já, ég myndi segja bara tala við hana. Ég held það. Sorry, bara, það er vond og þú verður bara að rífa hana plástur af og líka, gefðu þið það þegar hún segir þetta við, þá er hún búin að drekka nokkra drykki og ég myndi ángriðs bara byrja samtal hann er bara svona, ég veit þú sagðir þetta við mig við vorum aðeins búin að fá okkur ég veit þú varst ekki að meina þetta, skilur segðu það bara, ég veit þú varst ekki að meina þetta, þú veist og segðu bara, þú veist, ég vil bara tala við ef við værum ekki búin að drekka, skilur ég vildi bara, við ættum þess að samræðu bara edrú, af því að þú veist alltaf kannski gott kólhjáður að þegar þú tekur svona samræðu og manneski eða þið báðar eða eitthvað eru búin að fá sér í glas þá springur þetta upp og þá, þú veist, í ykkur miðparti skilur, já, þú veist bara color up, bara segja bara hæ, maður langar bara að ræða þetta ég vil líka með hjarta frá, þú sagði þetta við mig í partíum daginn, ég vildi bara tala við þig þegar við værum ekki í glasi Nókla. Og ég veit þú varst ekki að meina það, ég veit að vinskapurinn okkar skiptir okkur meira máli heldur en strákur. Já, nákvæmlega. Og legðu bara svolítið línurnar áður en þú ferð síðan og segir henni. Hversu asnalegt þetta var án þess að vera leiðilega, skilurðu. Já, klárlega. Af því að hún er greinilega eitthvað svona pissed off. Þannig að verður bara, hæ, þetta er svona og ég veit þú varst ekki að meina það, ég veit ég getum verið vinkonur þótt sem hittast, við erum alveg hittast lengi, ég er fílan og já, við hefum alveg gott connection og mér langar bara að segja það og vonandi getur þú bara fyrirgefið það að ég sagði þetta ekki strax, skilur ég bara var ekki tilbúin í það. Nákvæmlega. Og þú veist, viljum að gefa henni benefit of the doubt að því hún var í glasi. Já. Að þú veist, vonandi var hún bara ekki að meina þetta. Einmitt. Þannig að, já, það er okkar take to you, elsku Selma sem heitir ekki Selma. Já, Selma mín. Bara, já, myndi svo sem við sögum í fyrsta dag Emma þáttunum að lítið kringu sig, sikta vinið sinna eða er eitthvað toxic behavior. Já. Bara, þú ert tvítug, þú ert ung, samt komur þann aldur að þú áttust, maður er búin að svona aðeins að sikta í kringu sig. Einmitt. Eittu bara tíman í fólk sem læti líka vel. Nákvæmlega. Og ekki við eitthvað sem þú þarfst að stressu í kringum eða treyst ekki. Ef þú fær kvíða í kringum eitthvað og segir eitthvað við eitthvað og líður illa eftir það, þá er manneskjan ekki það er eitthvað toxic annað bakveð, sko. Ef þú fær kvíða bara, manneskjan er ekki fyrir þig. Hverjum er að fara að segja? Munum bara að fara að dreifa þessu? Það er bara svona, það er ekki real friend. Nei. Þó að þetta sé bara tilfinning, skilur. Þú veist, maður hefur yfirleitt bara gut feeling for a reason. Já, ángríns. Þú ert með gut feeling for a reason. Trust your gut. Klárlega. En við spurðum samt vin okkar á... Við spurðum hvort að, við settum bara inn vinkonu þín segir þér að hún sé skotin í gæjanum sem þú ert að laumudeyta. Hvað gerir þú? Og þú færð val að segja henni allt eða laumudeyta hann áfram. Og við sem segja henni allt. Já, við sem segja henni allt og 94% segja henni allt. Já, það eru flesti sammála okkur. Já, 6% segja laumudeyta hann áfram. Það er bara leiðilegt að þú veist, þá er hún kannski líka að reyna við hann eða eitthvað, skilur, sendur hún snöpp og hann er bara svona
allar ekki að segja henni bara þannig að hún hætti, skilur við. Einmitt. Og þá springur þetta ekkert eða lögmynd þetta náfram, þú veist, það bara bound to be there sem, sko. Eins og við segjum bara alltaf að það svo vont að vera ljú ykkur. Já, það svo vont, sko. Já. Úff. Og einmitt svo bara farið í Hagkaup og kaupa eitthvað og þá sér hann þig og allar knúsaði hæ en þú og nei, þú veist. Það er bara yfirleikur líka bara milli ykkar, þú veist, sambandi ykkar, skilur við, bara vinkonssamband og gæjasamband. Já, að þeir gæði ekki líka verið bara að bytta afsökur. Það skammar þeir yfir mig, þú veist, þú nærði aldrei almennilega að njóta þeim. Eins og segir, skilur, best að gera að mögulega aldrei að ná alvöru deytan. Svaraði bara strax sjálf þarna, bara nei. Spurningunni, já, nei. Þú vilt væntanlega alvöru deytan. Nákvæmlega. Annars verður ekki að spyrja. Einmitt. Þannig, já, tell her, get it over with, bara come clean. Verður bara næs við hann, segja bara, ok, eins og segðum að hann, bara, verður bara, já, put it out there og segja bara að hún var smá, bara, ég veit að það ekki mynda. Það er ekki, þessi hegðun er ekki í lagi. Nei, alls ekki. Ekki segja það samt. En þú segðu on a nice way. Spóla tilbaka og heyra hvað það segja. Bara ringdu og bara legðu þú línuna fyrst og verður bara, þú veist, og segja síðan, þú veit, þú vorum með glasi. Komdu bara að geða þrosku að henni, skilur við. Verð ekki verið eitthvað að rífast við hana. Nei, alls ekki. Og ef hún æsir sig, ekki æsa tilbaka. Ángurins, það er ekkert meira svona satisfying heldur en þegar einhver æstur þú bara ertu búin, eða? Bara ok. Ég er góð. Já, hlægi. Já, bara slaka á. Ég er ekki mynda. Svona, skilur, ég ætlaði bara að ræða við þig, við erum 2 fullorðna einstaklingar hérna. Nákvæmlega. Algjörlega. En já, þetta var dilemma vikunar. En það senda mér fleiri dilemmas. Já, ég elska dilemmas. Líka. Ok, svo settið þú inn eitthvað svona pæling vikunar. Já. Viltu eitthvað kíkja það eða? Ég ætlaði bara að gáða það var einhver ein pæling sem við getum pælt í. Svo komið spurningar, pælingar sem við vilja við tökum fyrir má vera hvað sem er. Það sem mér langaði svona pælingi með pælingu vikunar væri svona þú veist, í lagi að gósta eitthvað, skilur við? Já. Fattar mig? Eins og við tölum þegar við komum fyrsta þáttin eftir pásu og tölum að þú veist, dilemma gæti verið svona blanda við pælingu. Þannig að við gætum tekið fyrir í einum þætti. Ég held ég að sagt þetta líka í fyrsta þættinum þegar ég segi þetta þá bara svona ámar að eyða myndunum af fyrrverandi. Já, nákvæmlega. Af gramminu sínu. Einmitt. Bara svona þannig pælingar. Já, pros and cons, skilju. En hérna, í rauninni sem við fengum inn í þetta var meira var svona... Var bara spurningar til okkar. Já. En hérna... Og topic hugmyndir og eitthvað. Já. Þú veist, og fólk að segja bara erum að fara í season 5 af COVID og... Við erum búin að ræða það, við ætlum ekki að gera það. Nei, einmitt. Við erum ekki season 5. En já, fólk er að senda hugmyndir að þáttur sem er líka bara mjög skemmtilegt að hérna og já, það er launch haul í vændum. Já. Það er hérna eins og spurði, geti gert launch haul aftur? Yes, we can. We are svo doing it soon. Svo spurði hvað er að frétta með TV-ikunar, góð spurning, elskan. Það er bara allt að fara aftur á stað. Já. Ég byrja að vera í útvarpinu allavega. Þannig að þið vilja heyra slúðrið þar á kemur það á 3. Á FM957 Yes sir, með þetta hreinu. En hérna TV-kunar er bara líka að fara að stað. Algjörlega. Annars er engin og svona, þannig að maður er svona aðeins að vinna í þessu. Annars er engin svona spurning, pæling svona eins og ég var að fiska eftir hérna. Nei. Það er bara svona topics og já, en við tökum bara í einhverjum 50. Sæti brálega, tökum við bara pælingu sem að við finnum hana bara og við látum ykkur ræða þetta með okkur eins og við gerum alltaf, eins og við elskum að gera. True. Og hérna, og sjáum hvað þið segið. Svo ætlum við ekki að tjekka hvað fólk er að segja með Fanta. What the Fanta. Sko, random svör. Mjög random. Sko, ég verði eiginlega að hella, ég er búið með minn. Fáðu mér. Já, takk fyrir. Takk. I'm the pourer. You're the pourer. A lovely lady. Wow. Það er svo djúsi hljóð. Ángríns, elska klaka, drikja hljóð. Sko. Við erum að vera með eitthvað svona ASMR þátt ekkert mann. Já, ándjóks. Eitthvað segir hérna orange. Ha? En þú veist, hefur ekki smakka venjulegt Fanta. Ángríns, það er orange. Ég elska Fanta orange samt. Ég elska appelsínu sóraðas. Orange sóraða. Eitthvað sem segir epla. Wow, ég finn það alveg smá. Þetta er alveg smá epla. Wow.
Epla. Það sorry, ég svo forvitin, ég leys alltaf umbúðinar. Það stendur eplesýre. Þannig að það eplasýra. Það alltaf smá epli í þessu. Það stendur sítrónusýri, eplisýri. Ok, núna finn ég bara eplabragð. Ég finn nótjúk bara eplabragð núna. Þetta bara grænt epli. Já. Oh my god. Oh my god, ég vona að við rétt fyrir okkur. Já. Eða þú veist þessi stelpa. Þú, já. Ekki við. Nei. Svo eitthvað sem segir blábæra. Svo nokkur sem segir blábæra. Já, ég að lána með það því ég bara, it's blueberry. Svo stendur hérna hindbæra. Já, ég finn það ekki held ég. Nei. Kannski ef maður bara svona smakkar það bara, já, þetta hindbæra. Já. Fannst þið hindbæra? Ég gæti alveg skilja hindbæra, sko. Ok. Stendur límónu, ég ósamlega því. Já, ég hefur smakka Fanta lemon. OG, sko. Já. Gúrku, nei. Ég finn ekki gúrku. Það var til eitthvað gúrku, eitthvað sem það var til spræt gúrku. Já, spræt gúrku, já. Þetta ekki eins og það. Nei, alls ekki. Blábæra, svo eitthvað sem ég fann jarðaberja og lemonade bragð. Strawberry lemonade. Nei. Ég miklu mér að fyrsta eplinu, sko. Já, epli eða smá hindber. Ég það bara grænt epli eða? Er það máli? Og það verið að blekkja okkur með svona bláu svo við höldum að þetta sé blábæri eða eitthvað. Þá ég done. Ég líka. You fooled me. Ok, spennt að vita. Ekkert smá. Þetta á að koma út í dag á þennan 50 dag. Ég þetta hlýtur að koma bara á Facebook síðu Fanta eða Instagram síðu Fanta eða eitthvað. Við getum postað líka okkur á Instagram okkar. Já. Fylgist með okkur á Instagram teboðið@gmail. Nei. Það sem voru búin alltaf lengi frá Instagram. Já, ég veit ekki hvernig maður segir Instagram username lengur. Nei, það fyrir dilemmas. Fókum maður fljótur og þetta takt. Teboðið niðurstrykk. Elskum þetta helvitis niðurstrykk. Já, helvitis niðurstrykk. Ég er búin að reyna svona hverjum degi bara síðan 17. september 2020. Já. Hjálp. Og það er bara alltaf, það er eitthvað til með teboðið sem er bara ekki niðurstrykk. Já, ekki niðurstrykk og hann er bara ekki til samt. Já. Hann er bara horfinn. Við fáum júsunafni okkar. Gríns. Þetta var góð þáttur. Já. Hérna, takk fyrir samdaginn. Við elskum það. Já. Takk fyrir að hlusta okkur, takk fyrir að vera með okkur. We love you, besties. We love you guys. Takk fyrir að sýna okkur alltaf mikinn skilning og þolinmæði. Og þegar við postum inn vídjóm þar sem við lítum út þessu geimverur, takk fyrir að láta okkur vita. Elsku ég er bara eitthvað í London, þú bara eitthvað að chilla heima. Þú hringdir í mig Facebook, ertu búin að sjá þáttinn? Ég var bara, what the ég var bara að fá fullt af skilabóðum, ég var bara, hvað er í gangi? Og þú bara eitthvað að chilla heima, ég bara, byrta ég er í London, þú hætti að vera búin að sjá þáttinn, sko. Byrta bara, hæ, ég veit ekkert hvert talum. Ekki neitt, Embla vorum bara out of the picture, sko. Hjálp okkur. En hérna, já, takk fyrir að vera alltaf með okkur. Já. We love you guys. We love you. Og stay strong. Já, stay strong. We got this. Sjáumst á Monday.